ætlaði bara að byrja á því að ég ætla nú ekki að fara í þetta alls saman, ég ætla hins vegar bara rétt að fara í þetta hugtak félagsuppbyldisfræði, tómstund- og félagsmálafræði og við getum auðvitað farið mjög frá mörgum sjónarhornum inn í þetta, en við getum auðvitað sagt að það til fræðaheimur sem félagsuppbyldisfræði, sem auðvitað bakgrunnur í öllu félagsmiðstöðvarstarfinu, og við getum sagt að sá sem félagsuppbyldisfræði menntaður eða tómstund- og félagsmálafræði menntaður, hann með fræði sem byggir á heildarsýn og gefur gaum að heildaraðstæðum einstaklinga. Og þetta auðvitað mjög stór fræðiheimur. Við erum ofta að tala um leisure studies, við erum að tala um social pedagogy, við erum að tala um félagsfræði eða uppbyldisfræði. Við erum með alls konar hugtök sem við erum að nota sem skilgreinir og skýrir starfið okkar. Félagsuppbyldisfræðina, allt sem að henni lítur það að þeir sem eru í starfi sem byggir á þeim forsendum að þeir fá dýpri sjálfskilning í gegnum reynslu og upplifun og það breytir hugmyndum fólks sjálft sig. Við fáum líka dýpri félagslegan skilning af því að reynslan hún eykur skilning okkar á öðrum fólki og gerðum þess, og við fáum líka ennþá dýpri skilning á umhverfinu því að allt þetta það býr til upplifun og skapa skilning og gefur forsendur, og þetta þýðir það félagsuppbyldisfræðin að hún auðvitað menntandi grein í öllum skilningi þess orðs, mennskandi, en hún ekki föst við kennslustofu L101 í einhverju skóla út í bæ. Hún sem sagt vettvangurinn allstaðar, og við getum haldið aðeins áfram í þessum pælingum. Við þekkjum auðvitað forsöguna, flest hérna sem hér inni, við þekkjum auðvitað félagslegu umrót 19. aldar, þegar að einu stofnanir samfélagsins voru samfélagshúsin, settlementin. Við þekkjum konu eins og Jane Addams, við þekkjum kenninga Meads, við þekkjum fullt af kenningum symbolic interaktionisma, við þekkjum félagslega sjálfið, við höfum mikla þekkingu á því hvernig einstaklingur þroskast á þess að hann sé neitt sérstaklega góður í dönsku eða sé jafnvel að glíma við einhver hluti eins og lesblindu eða annað slíkt. Þannig að við erum auðvitað menntastofnanir í þeim skilningi sem menntun og við þekkjum alla þess að kalla GISEC, og við getum líka að tala um norræna skólan í félagsuppbyldisfræðum. Við erum með fullt af fræðingum út alla Skandinavíu, við erum með fullt af fræðingum út alla Evrópu sem öll þekkja þessa fræðigna sem maður kallar félagsuppbyldisfræðina, sem maður kallar tómstund- og félagsmálafræði. Þetta fyrir okkur þetta ekkert sérstaklega nýtt. Við þekkjum líka söguna það að félagsuppbyldisfræðin, tómstund- og félagsmálafræðin, hún vinnur við svo kallega normaliseringu, og við getum tekið mismunandi nálganir eftir tímunum. Einu sinni gekk samfélagið dálítið út á það að allir ætti að vera svona, allt átti að vera normal, og við vorum líka að þekkjum það að oft var verið aðlaga fólk að ríkjandi kerfi, og við þekkjum líka þessa skóla þar sem að fólk hefur annarslega hort á kerfið á þess að gera neina krítíku það að kerfið sé slæmt, þá hefur fólk hort á kerfið og sagt aumingja fólki sem funkar ekki inn í kerfið, eða við höfum séð konu eins og Jane Addams sem auðvitað stórkostleg manneskja, hugmyndafræðingur, sem segir við þurfum að breyta kerfinu, og hún vann auðvitað eins og þið flest þekkið í fátækrahverfum Chicago-borgar. Hún sækir þessu hugmyndafræði hverfahúsa menningarinnar, samfélagshúsa menningarinnar, þar sem að allt gekk út af það að bæta aðstöðu fólks. Þá var ein af fáum stofnunum samfélagsins voru samfélagshúsin. Út frá því sprettur allt nútíma velferðarkerfi Evrópu og hins vestræna heims. Við þekkjum líka í félagsuppbyldisfræðinni virkjanalíkanið, það bara starf félagsmiðstöðva gengur bara hreint út af það. Við erum ekki að raða fólki í einhverjarskala eftir hvernig það stendur sér í ensku. Við gerum eins og að kröfu til þess að fólk sem að koma í félagsmiðstöðvar að það þróist á sinn hátt án samhengis við aðra eða með einhverjarskala það hvort þið séu rosalega góðir einhverju eða slæmir einhverju. Allir koma þarna inn á sínu forsendum að því að við erum að efla sjálfseflið og við erum að efla vitundina, borgaravitund, virkni, citizenship. Síðan sænsk kona Eriksson sem hefur skrifað mikið félagsuppbyldisfræði. Hún talar lýðræðislíkanið og hún eins og við mörg sem höfum farið út í fræðilegt samhengi, þá hún félagsmiðstöðvakelling eins og ég gamall félagsmiðstöðvakall. Hún ein af þeim sem innleiddi unglingalýðræði á 9. áratug síðustu aldar í Svíþjóð.
þar sem að ungmenni höfðu mjög mikil og veruleg áhrif á allt sitt umhverfi í félagsmiðstöðum. Það eru 30-40 ár síðan við vorum komin í þessar pælingar. Þannig að þetta er einn angi af okkar okkar félagslegu nálgun. Ef við tökum félagsmiðstöðunar þá getum við líka farið í konu eins og Trudy Cooper, merkileg kona Breti sem býr í Ástralíu, og hún hefur sagt í raun og veru að félagsmiðstöðstarf er bara félagsmiðstöð ekkert endilega hús, félagsmiðstöð er samheiti yfir ákveðna aðferð. Það sem allir komast inn á sínum forsendum, eflandi nálgun og allstaðar í félagsuppsvæðinni þá byggir öll svo nálgun á heildarsýn gagnvart viðkomandi ungmenni. Við horfum aldrei á ungmenni út frá einhverjum einum þætti. Við sjáum alltaf ungmenni sem kemur í félagsmiðstöð í heildrænu ljósi. Og ég ætla nú ekki að lesa þetta allt saman, heldur ætla ég að fara bara fljótlega í ýmis módel. Þetta er eitt módel í félagsmiðstöð. Þetta er félagi minn Jakobsen sem ég þekki ágætlega, sem er virtur fræðimaður í Noregi. Hann skilgreinir félagsmiðstöð sem skilgreining milli menning og menntun og afþreying og bilið þar á milli. Hann er að tala þessa hugmynd að ungmenni hafi rými til þess að vera þau sjálf og vettvang til þess að gera það sem vilja á þeim forsendum sem þau kjósa. Og þetta er auðvitað dálítið mikið horft til þessa módels hjá okkur í Íslandi vegna þess að bæði hefur verið farsælt samstarf á félagsmiðstöðsviðinu á Norðurlöndunum, þannig að auðvitað leitið þóka. Hér er bara 3 módel sem ég hendu upp bara til sýnishorn. Það sem er efst í vinstri er sem sagt módel sem byggir á því að í félagsmiðstöðstarfi þá er maður að ná sér í hæfni, samkennd og sjálfstæði og að tilheyra, og þetta er svona ákveðið hringrás, þetta er svona ferli sem gengur hring eftir hring og fólk öðlast þessa hæfni með virkri þátttöku á þeim forsendum sem það kýs og þeim verkefnum sem er verið að vinna hverju sinni. Við erum líka með þetta módel sem er eins og íslenski fáninn, sem er tiltölulega róttækt módel í félagsmiðstöðvar. Þar getur við verið til dæmis mjög, það er kerfi sem gengur út að vera mjög krítisk gagnvart öllum kerfum, að taka ekki öll kerfi sem gefin og valdefla einstaklinga á þann hátt að þeir séu verulega virkir og krítiskir einstaklingar og svona velti hlutum í nágrenni sínu vel fyrir sér. Módelið sem er að neðst niðri, það er svona dálítið hefðbundamódel, það er félagsmótun, borgaravitund, óformlega menntun, stjórn og þá erum við kannski komið dálítið að kjarna málsins sem er það að Reykjavíkurborg sem býr vel að félagsmiðstöðvarstarfi mörgleiti, þó opnunartími mætti auðvitað vera miklu meiri, að þá er strúktúr Reykjavíkurborgar með þeim hætti að þar er auðvitað faglegt forræði málaflokksins á hendi þeirra sem hafa raunverulega þekkingu á málaflokknum. Og þetta módel yfir félagsmiðstöð Reykjavík er þannig að þið sjáið þarna bakvið og forvarnir vegna þess að í öllu starfskrá borgarinnar það stendur bara einfaldlega að allt starf skal hafa forvarnargildi. Og þannig að allir þættir aðrir eins og lýðræði, mannréttindi, reynslunám og virkþáttaka er byggð á því að það sé forvarnargildi í þessu öllu saman. Þetta er auðvitað það sem maður kallar fagmennsku og þetta er það sem maður kallar nálgun sem byggir á einhverjum fræðilegum og faglegum grunni og djúpri þekkingu. Ef við kíkjum á þetta aðeins stærra samhengi, að þá fór þessi glæra nú upp í öll í einu lagi en 8 lið fyrir lið, sem var ekki gott vegna þess að pönsi fyrir úr þessu. En ef við tökum samfélagið sem slíkt, bara fyrst, við horfum hérna á samfélagið og hugsið ykkur að sé ekkert komið inn í þessa, það er ekkert inn í þessu reitum. Kíkið sér á reitin sem stendur menntakerfi, sem er mengi inn í samfélaginu. Ef þið kíkið sér á annað kerfi sem heitir velferðarkerfi, sem er annað mengi. Ef þið kíkið sér á eitt sem heitir menningakerfi, þetta hefur verið hringir, þá sjáum við að það hefur verið mikið samstarf þarna á milli þessar 3 aðila, alltaf hreint, og við getum líka séð að þetta er allt breytingum háð, þetta hefur vaxið fram hægt og sígandi. Í þessu miðrými sem myndast á milli þessara reita, eða þessara svæða, þar er svæði sem heitir félagsmiðstöð og opið æskulýðsstarf. Þess vegna er náttúrulega alveg ótrúlega sérstakt þegar einhverjar hugmyndir
núna 2025 koma fram það að sýta félagsmiðstöðvar og síðstöðinni alfarið inn í menntakerfið, þó að félagsmiðstöðvar séu þetta menntandi sem slíkar. Og þess vegna getum við sagt að félagsmiðstöðvarstarf auðvitað brú milli kerfa, og við getum líka bara kíkt á félagsmiðstöðvarstarf í dag. Ef við kíkjum á alls konar mál sem kom í félagsmiðstöðum sem á sviði velferðar, þá það alveg ljóst að skólinn hefur enga sérstaka þekkingu þar. Ef við tökum alls konar hluti á sviði menningar sem félagsmiðstöðvar blandar inn í, þá alveg ljóst að skólinn kann ekki þar. Og það alveg ljóst að þegar maður sér þess að ef við verum tilbaka bara til 1850, 60 yðbyltingunum, þegar menn eru að móta núverandi velferðarkerfi, þá það bara eðli samfélag að þróast á þann hátt að það koma alltaf sífellt nýjar stofnanir. Ef við hefðum ekki gert neitt síðan 1850, þá væri sennilega fá sjúkrahús eða engar heilsugæslur. Það væri engin svona starfsemi sem hefur svona dreifst út. Við getum hugsað okkur þetta bara eins og blóm og af því spretta ángar. Nú erum við bara staddir þar í sögunni, þó að ýmis bæjarfélög séu nú ekki alveg sammála okkur. Við erum bara stödd þar í sögunni að það eru komnir ýmsir sprotar og það eru komin ýmsir verkfæri í uppeldi ungmenna, það eru komin verkfæri í velferðarmál unglinga, það eru komin verkfæri í menningarmálum unglinga sem bara orðið sjálfstæð eining. Og þess vegna þýðir mjög lítið að ætla að snúa klukkunni við og fara til 1980 eða síðar þegar menn ætla að skipuleggja málaflokka. Þannig að hvort sem okkur líkar vel eða illa, þá þróast öll þessi kerfi. Og það alveg ljóst að ef við kíkjum á þetta kerfi okkar, félagsmiðstöð, þá eru þær í samspili á mörgum þáttum. Við erum auðvitað, félagsmiðstöð öryggisventil. Þið þurfum ekki nema bara að horfa á frábærlega heppna samfélagshátíð, að þegar að Svafa eða einhver kemur í sjónvarpið og segir þetta frábært, hérna eru 4500 krakkar sem eru búin að vera í söngvakeppni og skemmta sér vel og allt hefur gengið áfallalaust. 100% af fólkinu bara segir hjúk, það allt í lagi í mæskuna. Sumi vilja bara fara þangað. Ef við kíkjum á þetta á hinn kantinn, þá getum við séð til dæmis hvaða brjálæðislega miklu verðmæti liggja í því sem heitir menningarstarfsemi unglinga. Músíktilraunir og annað, ég fekk kannski á þetta inn í þetta eftir, en samfélagið búið að búa sér til kerfi sem vil hafa öryggi á ungu fólki, okkur vel við ungt fólk auðvitað. Við viljum bara að það fái bestu hugsanlega aðstæður sem það fær. Og við erum líka menntastofnuð þeim skilningi að við menntum fólk og fólk mennskast hjá okkur í víðasta skilningi þess orðs, þó að sé sennilega engi fylgni milli engana í ensku og virkni í félagsmiðstöð. En það skiptir bara akkurat ekki neinu máli ef út í það farið. Þess vegna getum við líka séð til dæmis allt þetta samspil, hvernig það skapar alls konar möguleika. Ef ég tek bara hérna, við erum með örugga stað fyrir ungt fólk, við erum líka með rými fyrir ungt fólk að þróast, við erum með sterka unglingamenningu, við erum komið með fína forvarnir og við erum með ágætis menntastofnanir og við erum með fín verkfæri þar. Þannig að í þessu samhengi þá verður maður að kíkja á þetta og þá fær maður svona hóstakast. Og þetta glæra sem átt að birtast svona einu af einu, það skiptir engu máli. Það oft þannig þegar bakari fer að smíða, þá það ekki alltaf gott. Og þá ég bara að tala beint til þeirra þróunar sem við erum að horfa á Akureyri, sem menn kalla framþróun, en ég kalla einhvers konar bara fortíðar, ekki kannski fortíðarfíkn, en hort mjög sterkt til gerdagsins og þeirra lausna sem virku ágætlega og reyndar ekki nógu vel vegna þess að voru aflagðar í kringum 1980 sem heitir félagsstarf í skólum. Og það þannig að mínum mati þá hafa skólar bara einfaldlega nógu mikið á sinni könnu. Og svo getur maður líka tekið annað að því ég nú starfsmaður Háskóla Íslands, þá veit ég það að í námi kennara þá ekki mínúta í tómstund- og félagsmálafræði. Þannig að við erum eða Akureyrarbær í þessu tilfelli þá að fara að skipuleggja taka starf sem byggir á alls konar fræðilegum og faglegum forsendum, setja það í starfshóp sem rosalega góður í öðru, sem skólamál, kennsla.
Og þá finnst maður nú dálítið skrítið og þá getur maður líka, og ég kannski ætla ekki að hafa sérstakar orð það hvernig það þessu á staðið, sem auðvitað kapítali út af fyrir sig, en það bara nóg að vísa til þess að þú lætur ekki bakara smíða húsið eða smíð baka fyrir þig, þó þetta séu báðir áhugamenn bakstur eða smíðar. Þú bara leitar einfaldlega alltaf í fagfólks þegar þú ert að vinna og ert að stústa einhverju svona. Og þegar maður kíkir á þessu fáu gögn sem hafa sést í þessu máli fyrir norðan, þá frímínútnagæsla, aðstoð í kennslu og fleiri þeim dúr, það skólastarf, það stoðþjónusta sem sagt skólans og alls konar svona tilfæringar í kringum það sem maður myndi kalla fjarri félagsupplýsfræðinni. Það einfaldlega bara það að menn eru að búa til eitthvað orð sem heitir félagsmiðstöðvar sem þá fjármagn sem stendur fyrir eitthvað annað. Frímínútnagæsla eru þetta alls virði og góðs virði og nauðsynleg. En það þarf ekki háskólamenntaðan tómstunda- og félagsmálafræðing í það verkefni. Þó að vissulega myndi hann gera það vel eins og allt sem tómstunda- og félagsmálafræðing að gera. Skólinn sem sagt búinn að búa til eitthvað svona hugtak sem þið kalla félagsmiðstöðvar sem raun og veru bara eins og bara fjármagn til alls konar stoðþjónustu sem að skólinn virðist þá ekki hafa peninga til. Nú er árið 2025 og það auðvitað mikilvægt verkefni samfélagsins að bregðast við alls konar hlutum og félagsmiðstöðvar hafa aldrei verið mikilvægri heldur en í dag. Þegar við stöndum í miðri upplýsingabyltingunni þá einfaldlega nauðsynlegt að félagsmiðstöðvar í landinu lúti þeim fremstu fag- og fræðilegu forsendum sem kostur á hverju sinni. Auðvitað umhyggju fyrir æskuna en ekki bara umhyggju fyrir æskuna, ekki sísta virðingu fyrir þeim fagstéttum sem eru líka að vinna í uppeldismálum vegna þess að skólinn ekki þar og víður faðmi skólans, hann næri ekki utan þetta allt saman. Skólinn getur ekki tekið hvert einasta barn á Íslandi og alið það upp 24/7 á öllum hugsanlegum sviðum og ekki í samfélaginu. Skólinn bara einfaldlega bestur í því að vera skóli og hann með þess að langbestur í því og hann á bara að vera þar. Og þess vegna verður maður að velta fyrir sér í þessu þegar að það virðist í þessu Akureyrardæmi vera viðhorf að félagsmiðstöð sé einhvers konar gestir eins og skólinn eigi húsnæðið og þá félagsmiðstöð í húsinu einhvers konar gestir og þá þeir ekkert endilega vola vinsælir þar. Það vert að minnast á það kannski þegar ég fyrir að draga þetta saman að skólahúsnæði eign okkar allra. Við eigum skólana. Skólinn á sig ekki sjálfur. Skólinn auðvitað bara umgjörð og húsnæði og auðvitað að nota húsnæði og ég get alveg glatt fólk með því að það fjöldi farsælla dæma það að í húsnæði hér og þar í landið, það fjöldi stofnana samankomin á einu stað og það gengur allt mjög vel enda virðing gagnvart hverjum öðrum og það kannski það sem að hefur farið dálítið í okkur sem hefur verið að fylgjast með þessu mála á Akureyri, það hvernig þetta hefur verið sett fram af fullkominni fullkomnu einhvers konar skilningsleysi eða það ekki alveg sama hvaða pappiri maður les, maður finnur ekkert, ég finn ekki orð í þessum pappirum sem ég hef séð sem gengur út af þeim fræðum sem við sem í fræðarsamfélagum erum að vinna út frá. Þannig að ég ætti kannski, ég mikill áhugamaður rafmagnsmál, ég ætti kannski að fara að taka mér að skipuleggja einhvers konar seminarum og nám og eitthvað svona dæmi. Það einfaldlega bara þannig að við erum komin á það stað í samfélaginu að það komin ákveðin sérhæfing eins og við virðum kennarasamfélagið og skólana og allt sem þeir eru að gera, þá verðum við líka að gera kröfu til annarra fagstétta þegar við virðum þá mikilvæga vinnu sem við erum að vinna inn á hendi. Þess vegna finnst mér alveg svakalt að árið 2025 skuli í einu fallegasta bæjarfélagi landsins koma fram svona arfa vitlausar hugmyndir eins og hafa verið kynntur okkar í fjölmiðlum síðustu degi. Og hér ætla ég að ljúka máli mínu. Þakka fyrir. Já, við skulum klappa aftur fyrir Árna. Og næst ætla ég að bjóða Helga Eiríksssyni fyrir hönd stjórnenda í Reykjavík að koma og segja okkur aðeins frá starfinu hér í höfuðborginni.
að hafa þetta á? Já, ég ætla að hafa þetta. Eða ekki? Svona. Viltu hafa þetta fyrir fram að þig? Já, ég taka Ég ætla að fá að hafa mitt hérna. Getur þú hent Valli upp fyrir það sem ég sendi á þig? Já. Meðan að, heyrið alveg í mér hérna. Meðan að talvan hjá mér er að starta sig, fyrir ég að beigja mig bráðum niður, þetta er eitthvað svona face eitthvað hérna. Og ég ætla að kynna mig, ég heiti senast Helgi Eiríksson, er framkvæmdastjóri í frístundamiðstöðinni Miðbergi í Breiðholti. Ég uppgötvaði það daginn að ég búinn að vera framkvæmdastjóri í frístundamiðstöðinni Miðbergi í 20 ár. Og þar á undan einhver ár sem starfsmaður í félagsmiðstöð. Ég kalla mig stundum svona, ég er önnur kynslóð félagsmiðstöðarstarfsfólks, Árni fyrsta kynslóðin og síðan eru við hérna kannski hópur sem kemur svolítið í kjölfarið og það sem að, já, og það sem að kannski á þessum, ég held að sé orðin 20, þetta var einhvern veginn síðustu öld sem ég byrjaði og þannig maður er búinn að sjá ansi margar breytingar í starfinu en ég verð að segja að þessi breyting sem er boðuð á Akureyri er eins og ógnvænlegasta sem ég hef séð bara lengi og í rauninni hún er svo ógnandi fyrir það starf sem við stöndum fyrir. Ég ætla aðeins að fá að opna hérna skjalið mitt þar sem ég hef búinn að punkta aðeins hjá mér. Nú heimtar hún að ég sé tengdur internetinu, býtum við, sjáum hvað hann gerir hérna. Hérna gefur hann að. Það sem ég gerði svona alveg fastlega ráð fyrir því að þeir sem kemur háskólasamfélaginu, Árni og Vanda, myndu svolítið fara í fræðin og fara í það af hverju fagumhverfi fagfólks í frístundaþjónustu skiptir svona miklu máli, þá ákvað ég bara að verða reiðikallinn. Og reiðikallinn, hann ætlar að taka svolítið rökin sem að komu fram með þessari tillögu, aðeins bara tæta því í mig. Af því að ég bara, sumt skil ég ekki einfallega og verð þá bara að stoppa þar, en annað skil ég en gæti ekki verið meira ósammála. En hérna er ég búinn að láta varpa upp og vonandi birtist það líka fyrir þá sem er á netinu að í rauninni tillögunni. Og ég ætla ekkert að lesa alla tillöguna hérna fyrir ykkur, vonandi eru þið öll búin að lesa hana sjálf og átt ykkur hvað það gengur út á, en ef við myndum fara kannski inn á næstu síðu. Er þetta kannski bara einn síða? Ég er að sjá þetta, ég gler hún laus og allt sko. Nei, það vantar í að rökstuðningur í næsta síðan. Rökstuðningur með tillögunni. Ef ég hef ekki sendt þér það, þá ertu eldfljótur að finna það á vefnum. Ég ætla ekki að láta ykkur bíða lengi, ég byrja bara með að Valli finnur út úr þessu. En það sem er sagt með í markmiðum breytingana er, nú bara tökum við þetta bara lið fyrir lið. Aukin samlegð og samfella í skóla, forvarnar og frístundamálum barna og unglinga. Þá er það kannski svona fyrst og fremst, ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Hvað þýðir aukin samfella og samvinna og allt þetta. En ef að þurft að breyta einhverju verklagi og samstarfi milli skóla og félagsmiðstöðvarstarfs,
var ekki til einhver mildari aðgerð heldur en að byrja því að segja upp öllu starfsfólki og setja allt á hvolf og ákveða það að fagumhverfi heillar stéttar væri sett undir aðra stétt. Mér finnst þetta svona eiginlega bara alveg óskiljanleg aðgerð af því að við hérna í Reykjavík erum, ef ég skil þetta rétt hvað við verðum að tala við erum í góðu samstarfi bæði við skólana og ekki síður velferðina og það sem hefur bara gerst núna frekar stuttum tíma eftir að farsældarlöggjöfin kom inn hefur stór aukið samstarf allar þessar stofnana og þar hefur bara heldur betur komið ljós hverjir eru lykil hlutverki þegar kemur á unglingum landsins. Og það sem að til dæmis eins og skólinn svo sem vissi það, sumir í velferðarkerfinu vissu það, en núna vita það svo sannarlega allir í velferðarkerfinu. Og líka bara þau tækifæri þegar við erum að tala um það að vinna á fyrsta stigi í forvörnum, fyrsta stigi farsældar, að lykil aðilar oft í þeirri vinnu eru starfsfólk í félagsmiðstöðvum. Herðu, næsta aðgerð, aukin vinna fagfólks með börnum á skólatíma og í frítíma og skipulag sem gengur út á að störf styðji hvert annað og það verið til skýr samráðsvettvangur innan hvers skóla. Í þessum rökstuðningi get ég bara ekki séð annað en það að það er að gjörbreyta starfi félagsmiðstöðvarstarfsfólks. Fagfólk í frítímaþjónustu á að fara að vinna á skólatíma í rauninni til þess að uppfylla ákveði gat í skólakerfinu sem að þeir þurfa að gera vegna aðalnámskrá grunnskólana. Það sem að hlutverk grunnskólana er að efla félagslega og tilfinningarhæfni nemenda og einhvern veginn í stað þess að skólinn nái að taka þetta eins og ég held að hugmyndin sé í aðalnámskránni að innvikla þetta í allt starfið þá að taka félagsmiðstöðvarstarf og segja þið eigið að sjá um þetta. Plús það eigið að fara að sjá allt eins og Árni minntist áðan, fara að sjá um stuðning og frímínútagæslu. Ég bara segi bara annars vegar, þú veist, það er ekkert fyrir niðan okkur virðingu, en eigum við ekki verið að vinna þar sem við erum best. Eitt síðan sem ég hrökk aðeins við, ég fór og skoðaði aðeins þetta með að hvað áhrif þetta getur líka haft og kannski hefur einhver veikleiki verið í félagsmiðstöðvarstarfinu á Akureyri og þá er ég ekki að tala um heldur, ég er að tala um því fjármagni sem er sett í starfið. Af því að ef maður fer og skoðar heimasíður hjá Akureyrarbæ að þá er opnunartími í félagsmiðstöðvum 2 til 4 klukkustundir. Hvernig haldið það verði þegar er búið að setja starfsfólki í það að vinna á skólatíma? Er hugmyndin kannski, nú spyr ég bara, hefðbundið félagsmiðstöðvarstarf utan skólatíma er verið að jarða það alfarið? Og það er það sem ég hef bara miklar áhyggjur af. Þetta eru 2 til 4 klukkustundir sem eru opað í hverju félagsmiðstöð í dag og nota bene, það er bara við vetrartíman, það er lokað á sumrin. Þannig að hefði ekki verið nær, víst að það var hægt að finna einhverstaðar 20 milljónir í að setja inn í málaflokkinn að bara auka opnunartíma. Af því á sama tíma kemur líka fram í ákveðnum rökstuðningi að hafa verið farið í þessi aðgerðir vegna þess að börn í Akureyri sæki félagsmiðstöðvar minna heldur en mörg önnur sveitarfélög. En ekki bara opna meira? Er það ekki bara ástæðan? Þá er það næsti punktur. Tækifæri til aukunar þjónustu á fyrsta stigi farsældar og aukin samlegð og skilvirkni í þjónustunni. Í nýju lögunum samþættingu þjónustu og í þágu farsældar barna er lögð mikil áhersla á samstarf þeirra sem veita börnum þjónustu og þær eru frístundaheimili og félagsmiðstöðvar meðal þeirra sem eru skilgreindir sem þjónustuveitendur. Tilkoma lagana hefur að mínu mati og okkar stjórnenda hér í Reykjavík stór aukið samstarfið milli skóla, velferðarþjónustu og frístundastarfs sem er frábært. En mikilvægt er að hver aðili
í slíku þverfaglegu samstarfi haldi sínu sérstöðu og fagvitund. Við erum sérfræðingar í frítímanum, skólinn eru sérfræðingar í skólanum, velferðin er sérfræðingar í velferðinni og þegar við komum öll saman með okkar sérfræðiþekkingu þá erum við gríðarlega mikið afl og getum haft mikil áhrif sérstaklega á líf barna sem þurfa sérstaka stuðning. Síðan kemur einn punktur sem er aukin nálægð starfsfólks félagsmiðstöðva við nemendur sem felur í sér möguleika og þéttara samstarf við foreldra. Aftur er ég svolítið svona ekki alveg að fattar hann eitthvað lélegur þessa dagana og það var nú gamalt kennari sem að tala alltaf um það að hvernig heilastarfsemin, hann tala alltaf um fattara. Ég á erfitt með að koma því út úr hausnum á mér, að heilin væri henni fattari, en ég bara fatti þetta ekki. Ég fatti ekki alveg hvað átt við þarna. En ég er svona veltið fyrir mér, er skortur á samstarfi foreldra við grunnskólan eða félagsmiðstöðvar? Hvaða samstarfi foreldra er verið að tala um? Síðan er líka bara eins og ég segist, ef að fólk vill auka samstarfi foreldra þá eru ýmsar margar leiðir sem að þurfi ekki endilega að kosta það að segja fullt af starfsfólki, að henda góðu kerfi, að færa heila fagstétt undir aðra fagstétt. Ég ætla bara svona til að nefna sem dæmi verkefni sem að fekk verðlaun nýlega hér í Reykjavík sem er foreldrasamstarf í Hólmaseli, þar sem við opnuðum félagsmiðstöðina fyrir foreldrum og það er ekki opið fyrir úlingana eitt kvöld, það eru bara fyrir foreldrana og það er búið að vera brjálið mætinga á þessu kvöld og við höfum kannski, það var ótrúlega fyndið að þetta virkar svolítið svipaðan hátt með foreldrana, þau koma svolítið feimin inn, þau eru ekki alveg örugg í umhverfinu, það þarf aðeins að taka í hendina á þeim og leiða þeim, það er jafnvel að ná í eitt stykki borðsinsbaða og rétta foreldrarnu hinn og byrja að spila og byrja að spjalla og svona gengur þetta þannig og núna er þetta orðið þannig að það er bara fullt af foreldur sem koma í hvert eina skipti sem opið og hlakkar til og þetta eru heilu hópanir, svona foreldrahópanir sem eru farnir að þjappa saman á félagsmiðstöðvakvöldum. Þannig að þetta er svona ein leið til þess að auka foreldrasamstarf, en ég satt best segja, ég er bara svona að reyna að giska hvað er átt við í þessu. Mér langar sem fara í næsta þátt í þessum rökstuðningi. Já, næsta þáttur er aukin samþætting þjónustu í félags- og frístundastarfi fullorðinna í félagsmiðstöðvum fólksins. Ég ætla að fókusera fyrst og fremst á félagsmiðstöðvarnar, ég ætla bara að hoppa yfir það. Þannig að við hoppum yfir þannan punkt og já, og síðan hefur svona ýmis rökstuðningur komið fram líka og sem sagt það var semst gerð úttekt í Akureybæ árið 2021 á Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri sem var bent á ýmsar svona úrbætur sem þurfti að gera á starfi félagsmiðstöðva. Og nú er það notað sem eitthvað svona ákveðið fóður í að rökstyðja af hverju þurfti að gera þetta. Öll atriðin sem eru talin þarna upp hefur verið auðveldlega hægt að bæta strax fyrir 4 árum síðan. Það hefði ekki þurft neina skipulagsbreytingar, heldur bara einfaldlega að fara í verkefnið. Það var til dæmis bent á það að efla þurfi forvarnastarf á miðstigi, sem að ég held að allir séu sammála um. Og við í Reykjavík höfum talað um það í fjölda ára og ég held að við séum núna einmitt með tilkomu farsældarinnar, meira samstarfi við velferðina, meira samstarfi við skólana, að augun séu opnast. En þetta snýst bara einhvern fjármagn, ekkert annað. Það er fullur áhugi og búið að vera í 20 ára hjá félagsmiðstöðvarstarfsfólki að grípa krakkbakkana svolítið fyrr og geta þá beitt meira og markvissari snemmtækar í hlutum. Það er talað um að efla þurfi leitastarfin í skólum. Enn og aftur ekki alveg augljóst hvað við erum að tala um. Eru börn týnd í skólunum eða hvað það er.
en þú veist, þannig að ég geti ekki svarað þessu því að stundum skil ég ekki alveg tungumálið sem er notað í þessum skýrslum. En síðan er talað um það að koma þurfa meiri viðveru starfsfólks félagsmiðstöðva inn í skólum. Og það er það sem við erum kannski að segja, ok, meiri viðveru, hvað þýðir það? Erum við að tala um það að það sé meiri ínáanleiki eða félagsmiðstöðin sé stödd inn í skólanum? Erum við að tala um það eins og þessar tillögur, frímínútagæslu og stuðning? Og það sem ég bara aftur, þá hef ég áhyggjur af því, ef að kraftur félagsmiðstöðvar starfsmanna á að fara í það einhvern veginn að bæta skólastarfið, hvernig í ósköpunum á að það vera hægt að halda opnum félagsmiðstöðvum utan hefðbundins skólatíma. Og við skulum hafa það alveg á hreinu og það er bara ekkert sem þarf að deila um. Að setja inn fagfólk í frítímaþjónustu inn á skólatíma að fara að vinna einhver störf inn í skólanum er ekki félagsmiðstöðvarstarf. Það er bara ekki þannig. Þannig er bara fagfólk að ganga í einhver störf sem aðrir hafa gert áður og er ákveðin stuðningur við nemendur. Fagfólk í frítímaþjónustu hefur mikla hæfni að fara í þessa hluti en þetta er ekki félagsmiðstöðvarstarf. Nú séum að tala um að tryggja þurfti félagsmiðstöðvum hentugt rými innan skólana, að það væri vandamál. Er þetta ekki svolítið drastískt aðgerð til þess að tryggja rými inn í skólanum? Í mínum huga, í flestum tilfellum hér í Reykjavík gengur þetta mjög vel, en ef það eru einhver gríðarlegur ágreiningur um það hvort þessi pláss fyrir félagsmiðstöð inn í skóla þar sem hún á að vera, þá er það orðið stjórnendavandamál en ekkert annað. Og svona heldum við áfram bara að reyna að skilja hvernig þetta er og en það sem maður langar kannski svona bara aðeins í lokin, því ég ætla kannski ekki að tala endalaust um þetta, en bara málið það, ég bara varði einhvern veginn að fara í þessu rök, af því að bara stundum skilju þau ekki og stundum finnst mér þau bara fáránleg, ég ætla bara að nota íslensku. En það virðist vera að Akureyrarbær hafi leitað í smiðju Hafnarfjarðarbæjar og ákveðna sveitarfélagi í Svíþjóð til að finna rétta módelið. En það vill svo til að þetta eru gjörsamlega handónýtt módel bæði tvö. Ég tel mig vita það að Hafnarfjarðarbær stefni að fara að breyta fljótlega. Þeir eru nú þegar byrjar að taka skref og ég trúi því ekki öðru heldur en þeir muni taka skref aftur tilbaka. Það vill svo til að það er innan við ár síðan að ég var í Svíþjóð að heimsótti þar nokkrar félagsmiðstöðvar og leiðtoga í félagsmiðstöðvarstarfi í Svíþjóð og þeir börmuðu sér mikið við það hvernig væri komið fyrir félagsmiðstöðvarstarfi í ákveðnum sveitarfélögum. Það er reyndar ekki öllum sveitarfélögum í Svíþjóð, þetta er svona verið aðeins misjafnt sveitarfélögum, en ég var nú staddur í Malmö þarna, en síðan var það skemmtilegt þegar ég fór heimsækja lögregluna og lögreglan sagði versta ákvörðun sem hefur verið tekin í Svíþjóð var að breyta félagsmiðstöðvarstarfi. Af því að við erum að díla við það í dag, þessa ákvörðun núna, 20 árum seinna. Nú síðan er það það sem maður hefur líka bara talsverðar áhyggjur af að þú veist, þessar breytingar eru gerðar til þess einhvern veginn að styrkja skólastarfið á kostnað félagsmiðstöðva. Ef að það er bara pólitísk ákvörðun menn ætla að gera, komið þá bara hreint fram og segðu bara, heyrðu, við ætlum að leggja niður félagsmiðstöðvarstarfi þeirri mynd sem það er og við ætlum að styrkja skólastarf. Gæti ekki verið meira ósammála hugmyndafræðinni, en setjum þá hlutina fram bara eins og þeir eru. Síðan er annað, þegar menn fari í svona draktistlegar ákvarðanir og nú var ég bara að heyra það fyrr í dag að það er búið að auglýsa þessi nýju störf á Akureyri. Og ég veit ekki alveg hversu lengi auglýsingin er búin að vera virk, en svona samkvæmt mínum heimildum þá eru 0 umsóknir. Það er enginn að sækja þessi störf, því að fólk hefur ekki áhuga að fara í þessi störf. Þannig að ég veit ekki hvort það er komin einhver starfslýsing eða hvað það er, en miðað við hvernig rökin eru sett fram, þá hefur ekki fólk áhuga að halda áfram. Þannig er búið að hrekja frá sér allt þetta fagfólk sem er búið að vera að vinna undanfarin ár
á Akureyri. Nú veit ég svo sem ekkert það hvort einhver ætla að sækja á síðustu stundu og ég hugsa að fólk gerir það kannski bara með óbragð í munnunum. Stundum þarf maður bara samt að stundum þarf maður bara að fara í síldina þegar það er síld, skilu, þetta er bara þannig. Menn þurfa að eiga fyrir salt í grautinn, en ég held að það sé enginn að fara að gera það á einhverju faglegu forsetum. Eitt sem ég vil líka nefna líka, og þetta kannski það sem ég tel að þessu svo mikil hætta því, þegar að rekstur félagsmiðstöðvanna er komin inn í skólana að fjármagnið smátt og smátt sogist úr félagsmiðstöðvarstarfinu inn í skólastarfið. Og aftur meðan við það sem við erum búin að fara í gegnum í náður, þá kannski verður það ekkert hægt, það gerist bara mjög hratt núna. Við höfum séð þetta því miður að á mörgum stöðum þar sem að rekstur frístundaheimila er undir hönd skólans, að fjármagnið það sogast í einhverja aðra hluti heldur en þeir ætlaði að fara í. Og þá eftir það stöndum við með takmarka fagstarf og erum þá komin með, þá getum við bara að fara að kalla frístundaheimili mörg hver gæslu eins og var kallað í gamla daga. Síðan er bara eitt sem ég hefur verið veltið fyrir mér, bara þetta mikilvægi þess að hafa þetta sterka faglega bakland. Ef þú er starfsmaður í frístundastarfi og þinn næsti yfirmaður er ekki með sama faglega bakland og þú og ekki þekkingu, þekkir ekki hugtökin einu sinni, hefur enga menntun sem að tengist í rauninni fræðunum, þá er svolítið hætt við því að fólk fari og forðist þessi störf. Af því að ég get sagt það eftir öll þessi ár sem ég er búinn að vera að vinna í félagsmiðstöðvarstarfi, að næringin, hún kemur úr umhverfinu. Hún kemur með fagfólkinu sem er að vinna með. Það kemur með fólkinu jafningjunum, það kemur fólkinu á gólfinu, það kemur frá skrifstofunni í Borgartúni. Allstaðar þessi faglega næring sem kemur allstaðar er ástæðan fyrir því að starfið sem ég er datt í fyrir tilviljun að vinna í Fellahelli einhvern tímann á síðustu öld með skóla, að ég er innan ennþá. Þegar ég var 6 ára þá vildi ég óskaðist þess að ég myndi fara að vinna í ísbúð. Það var að þegar mér fannst ís góður. Í dag, ef ég ætti að lýsa því hvaða starfsvettvang myndi ég vilja, þá myndi ég svolítið bara lýsa honum eins og hann er í dag. Út af þessari faglegu næringu og þessum krafti sem maður fengið frá því fólki sem maður er búin að vinna með öll þessi ár. Já, síðan er það, þetta með faglega baklandið, er það að það virðist, þar sem að félagsmiðstöðvarstarf og jafnvel frístundaheimilistarf, þar sem að menn einhvern veginn er að gera þetta með einhverju hálfkáki, þá er starfsmannaveltan gríðarleg. Og ég held stundum að pólitíkin haldi almennt sé gríðarleg starfsmannavelta í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum. Það er að hluta til rétt. Við erum með talsvert mikla starfsmannaveltu í frístundaheimilum, en þá erum við aðalega að tala um hlutastörf sem að háskólafólk eða námsfólk almennt séð er að starfa við. Ég ætla að segja eina stutta dæmisögu. Ég var með starfsmann fyrir nokkrum árum síðan sem að ég held að hann var orðinn eitthvað rétt rúmlega 30 þegar hann sagði við mig, herri, nú ætla ég að hætta. Ég er orðinn of gamall til að vinna í félagsmiðstöð. Ári seinna kom hann tilbaka og sagði, herri, ég hafði rangt fyrir mér og núna er hann komin á 50-aldurinn. Og það sem að ég get séð bara eins og upp í félagsmiðstöðum hjá mér, stjórnendur og fagfólk, þetta er ekki einhverjir krakkar eins og var ég kannski áður fyrr. Þegar ég byrjaði sem stjórnandi, þá var ég uppnefndur af skólastjórnum í hverjunu krakkin. Í dag erum við með flott, reynslumikið fagfólk sem vinnur í félagsmiðstöðum og frístundaheimilum og meðalaldurinn fer hækkandi og hækkandi og það er alltaf þannig að það verður enginn of gamall til að vinna í félagsmiðstöðvarstarfi því að þú ert fagmaður í einhverju, þá ert alltaf fagmaður og það hefur ekkert að gera með aldur og
Þannig að, og ég svona var eitthvað svona rúlla yfir þetta í hausnum bara hérna í bílnum og leiðningað. Ég held að ég sé með eitthvað vel á annan tuginn starfsfólks sem með 10 til 15 ára starfsreynslu á mínum starfsstað. En ég get alveg lofað ykkur því, í þessu umhverfi sem á að vera skapað Norður Akureyri, þar færð þú ekki fagfólk sem vinnur, eða sem tilbúið að gera þetta ævistarfi sínu. Ég ætla að stytta hans mál mitt og ég á fullt eftir að segja, er það seint? Ég vil bara leggja áherslu á þetta. Stjórnendur og starfsfólk grunnskóla að gera góða hluti í sínu starfi. Og stjórnendur og starfsfólk félagsmiðstöðva og frístundaheimila líka að gera góða hluti í sínu starfi. Engum dettur samt í hug að stjórnendur frístundaheimila og félagsmiðstöðva takja sér að stýra grunnskólastóri. Það sem að mér langar eiginlega að enda þetta á, einfaldlega, ef að pólitískir fulltrúar á Akureyri sjá ekki nú í dag að þeir séu á rangri vegferð, þá ætla ég að skora á okkar kollega, skólastjórnendur á Akureyri, til þess að segja, herðu, takk en nei takk, við stöndum með öðru fagfólki, við stöndum með starfsfólki í félagsmiðstöðvum, við erum sérfræðingur í skólum, þeir eru sérfræðingur í félagsmiðstöðvum. Ég held að við eigum að inni á kennurum, ég veit ekki hversu oft ég hef staðið með kennurum í þeirra kjarabaráttu, en þessi baráttu okkar ekki einu sinni bara kjarabarátta, þetta barátta tilverurétt. Takk fyrir. Kærar þakkir Helgi fyrir frábært erindi. Gefum honum gott klapp. Ég gæti bara ekki verið meira sammála þessu sem fram hefur komið hér og mér langar kannski líka að taka fram að ungmennahúsið á Akureyri á að fara undir félagsmiðstöð fólksins sem núna félagsmiðstöð aldraðra. Og þar á að vera sami forstöðumaður. Og mér langar bara að benda á þennan vinkil að það vissulega, virkilega einkennilegt ef að fólk hefur einhvern tímann unnið með ungmennum í frístundageiranum, þá getum við gefið okkur það svolítið að þau eru kannski ekki að fara í félagsmiðstöð aldraðra. En ég ætla að bjóða Vöndu Sigurðsdóttur velkomna á svið. Hún lektor við Háskóla Íslands í tómstunda- og félagsmálafræðum. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Takk fyrir að leyfa mér að koma. Ég ætla svona að tala pínu sem námsbrautaformaður, en ég veit að ég og Árni vinur minn búinn að segja ýmislegt, en ég veit og ég átti að bera kveðju frá Kobba og ég veit ég að tala fyrir hönd okkur allar sem erum að kenna í náminu. Og ég ætla að vera mjög stutt orð, en ég ætla að byrja smá sögu. Ég var sérst á Akureyri fyrir nokkur dögum síðan, var 40 ára og ég legg ekki meira á okkur stúdent og mér var hrósað mjög mikið fyrir greinina mína. Ég skrifaði grein sem heitir Þau gleymdu að vanda sig, beint til þeirra stjórnendan á Akureyri og mér var hrósað mjög mikið af akureyringunum sem voru með mér útskrifuðust með mér. Þar á meðal var einn læknir, hjartaskurðlæknir, og hann tók ekki rosa vel í þegar ég bað hann að ég sagði að hann var illt í tönninni, spurði hvort geti dregið úr mér tönnina, sem þá var ég svolítið að vísa í að ég talaði í greininu minni að ef það væri allt í rugli rafmagninu hjá mér þá myndi ég ekki hringja í pípara minn þó hann sé frábær. Og það sama hér þegar skólastjórnendur eins og fram hefur komið sem hafa náttúrulega ekki staf í menntun í okkar fræðum í sínu námi. En mér finnst þetta snýst þrennt í mínum huga. Þetta hvað, þetta af hverju og þetta hvernig.
Það er að segja hvað var ákveðið að gera og þetta er bara algjört rugl. Ég ætla ekki að endurtaka það sem er búið að segja, þetta er bara algjört rugl, faglega er þetta algjört rugl. Og svo þeirra rök fyrir af hverju ætlum við að gera þetta og aftur algjört rugl. Það er bara þannig, ég sé ekki rökin og ég er bara sammála Helga með Hafnarfjarðar leiðina og þið verðið eiginlega að fara inn og lesa þessa svakalegustu starfslýsingu. Við Sigrún vorum sammála það að við ætlum ekki að sækja þetta starf. Ég veit ekki hvort þau eru búin að sjá þetta en þetta er satt lýsingin og maður á að gera allt og vera allan daginn í vinnunni og þetta er þess að deildastjóri og svo verður þetta frístundafulltrúi og félagsmiðstöðarfulltrúi og þetta er Hafnarfjarðar sem að Árni vinur minn er mjög ánægður með það módel sem kom í Hafnarfjörðin eftir að hann hafi verið þar áratugum saman. Þannig að þetta er mjög áhugavert að lesa það, ég skora á okkur að lesa það. Þannig að hvað var ákveðið að gera og af hverju og svo langar við bara að enda og að ítreka aftur hvernig það var ákveðið að gera þetta. Og þetta er svo illa gert hvernig þessi framkvæmd var eins og við vitum öll en við verðum bara að halda áfram að benda á það og þeir eiginlega þverbrjóta allar mínar reglur til dæmis breytingar og við erum búin að tala náttúrulega þetta ungmennaráðið og börnin og barnavernarsamfélagið og barnasáttmálinn og mér finnst líka mikilvægt að því ég var einu sinni rekin og það var gert illa og þetta er bara áfall í lífi mínu og mun fylgja mér alltaf skal ég segja ykkur, þetta gerist 2011 var rekin sem fótboltaþjálfari, það var gert hræðilega illa og þetta fer ekkert frá manni, þetta er ákveðið tráma, þetta er ákveðið áfall er þetta gert með þessum hætti. Og ég er eiginlega viss að vinkona mín Alfa Aradóttir er að upplifa eitthvað slíkt með hennar lífsstarf og ásamt fleirum á Akureyringum. Þannig að þetta er líka hvernig gerur hlutina. Jesus Christ segja nú bara. Þannig að hvað og af hverju og hvernig rugl og rugl. Þannig að þau einfallega gleymdu að vanda sig og ég bara vona að segja enginn þetta starf. Takk fyrir mig. Kærar þakkir Vanda. Eins og ég sáu þá var starfslýsingin uppi. Hún er það bil 12 blaðsíður og ég veit ekki, þú veist, hvað ok, ég er að ýkja, þið skiljið, þú veist, 5 blaðsíður, en en þegar maður lesið yfir þá svona virðist þetta vera eins og þetta sé svona 300% starf og ég veit að við erum ótrúlega virk öll og við erum ótrúlega dugleg í okkar starfi en ég held að við getum ekki unnið 300% starf fyrir hvað, 80% laun? Já, þetta er 80% vinna. Næst ætla ég að bjóða, ég er alltaf að koma inn, sjáðu með að ég er að reyna að pota mínu inn, svona inn eitt og eitt. Ég ætla að bjóða Gunnar Jar Sigurbjörnsson upp á svið, hann er formaður FÍAT, gjör svo vel. Daginn eða kvöldið. Ég heiti Gunnar Sigurbjörnsson, ég er formaður FÍAT sem félag íþrótta, æskulýðs- og tómstundafulltrúa á Íslandi og ég er líka deildarstjóri frístundaþjónustu í sveitarfélaginu Árborg. Ef Helgir önnur kynslóð, þá ég er líklega þriðja kynslóðin sem ólst upp í starfsemi frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Helgi og hans félagar hans fólk sem var kringum hann ólu mig upp þegar ég byrjaði snemma á þessar öld. Ég var ekki alveg í síðustu öld og hef verið í þessum geira í 23 ár. Þannig að það eru nokkra kynslóðir hérna inni. En við erum svona að skoða ákvörðun sem er að koma við kauninu á okkur og er að stuða svolítið þetta að ógna þessu fagumhverfi sem er á vettvangi frítímans. Þótt ég sé líka svolítið ósáttur og getur ætla ég ekki verið reiðkall en ég ætla að byrja að hrósa. Jákvæða þátturinn í þessu öllu saman. Þú veist, mér finnst jákvætt að skólinn vilji frístundafræðinga inn í skólaumhverfið og ég er alveg fylgjandi því sem ég er menntaður kennari sjálfur þannig ég er smáinni líka formulega náminu einsýna það. Ég hef alltaf viljað sjá fleira fagfólk í kringum kennaristéttina á skólatíma. Frábært. En þú þarft ekki að taka félagsmiðstöðina og setja hann inn í skóla til þess að gera það.
það er ekkert mál að ráða frístundafræðinga á skólatíma. Þannig ég alveg fagna því og það var, ég veit að í einhverjum svargreinum hefur vísað í greinar sem hefur gerðið í tónlist- og félagsmálafræði, þar sem akkurat var að benda á að jákvætt að frístundafræðinga skólum, en það var samt sagt að mikilvægi sjálfstætt félagsmiðstarfs. Þannig að það verður að snúa svolítið út úr því sem hefur skrifað. En já, ég segi að þetta sé jákvætt að skólinn vilji frístundafræðinga. En svona stóra vandamálin sem kannski aðrir búin að segja hana er að þetta er svona vanþekking og hlutverku og áhrifum félagsmiðstarfs. Og mér finnst blasa við að eftir að skóla lýkur að minnst kosti 8 tímar eftir að félagslega degi unglinga, eða barna og unglinga, þeir sem hafa útivistartíma til 10 á kvöldin. Og það er ekki neitt hátt í þessum breytingum búin að vera að segja flott fólk sem hefur menntun, þekkingu og reynslu sem tengist formlegu námi, það segja skólastarfi, og þau leituðu ráða hjá öðru ágætu fólki sem hafa menntun, þekkingu og reynslu af formlegu námi. Og meirið segja það sem aðgerið þessum stíl hafa ekki gengið vel. Reynslan, því miður bara reynslan svo að þegar þessi leið hefur verið farin hérna á Íslandi hefur fagstarf innan félagsmiðstöðva laskast og starfsmannavelta fagmenntaðs fólks aukist gríðarlega. Og ég er svona með app sem heitir Alfreð í símanum hjá mér, þar sem ég fylgist með störfum á vettvanginum. Ég er mjög ánægður í mínu starfi. Fólk sem er að vinna með mér þarf ekki ágjörð að ég sé að fara að hætti vinnunni, en ég hefur svona áhuga hvað er að gerast. Og það eru bara því miður fáar stöður sem ég sé ofta, bara eiginlega enga stöður sem ég sé ofta auglestar, eins og til þess að deildarstöðustöður í Hafnarfirði. Og ég er ekki ekki þar. Og þær upplýsingar hefðu verið hægt að sækja þegar við erum að pæla í þessum ákvörðun. Og ég vil kannski bæta við það að þessi ákvörðun var tekið þannig að Hafnarfirði, sem er allan einn faglegur miðlægur leiðtogi fyrir félagsmiðstöð og frístundastarf. Þannig að það er tvíþætt. Það heyrir undir skóla þar, en það er líka miðlægur faglegur leiðtogi þar. En Akureyri ákvað að sleppa því. Þannig að það er ekkert miðlægur grundvöllur til þess að milli saman hvernig þið ætla að hafa heildstæða stefnu yfir allt sveitafélagið, hvernig að bregðast við þeim málum sem komu upp. Sko, verðmæti öflugs félagsmiðstarfs fyrir börn og ungt fólk er gríðarlegt og sérstaklega fyrir það unga fólk sem líða ekki vel í skóla. Og þegar skóla lýkur þá opnast vettvangur óformlegs náms og starfsfólk félagsmiðstöðva og starfsfólk frístundavettvangsins eru sérfræðingar á þeim vettvangi. Og það er verið svolítið að taka áhættu að fórna því. Hvað verður opna starfi félagsmiðstöðum, sérhæft hópastarf, flakkandi félagsmiðstöð, leitastarf og get haldið áfram. Hvernig ætla þeir að hafa öflugt sumarstarf félagsmiðstöða undir hatti skóla, það sem er veglegt sumarfrí og lagt upp úr því að hafa ráðið í dreifinu, svo kallega, að fólk þurfi að vinna og vera í löngu frí og vinna meira yfir veturinn. Að það er ekki gert ráð fyrir því hvernig að vera með öflugu sumarstarfi þann undir og þannig að vera þá skólastjóri að þurfa að skipuleggja sumarstarf yfir næst í allt sumarið. Þetta fer 100%, þar sem er bara að þú ert að fara að bera ábyrgð á starfsemi sem er frá 8 á morgnana til 10 á kvöldin oft og það getur verið helgarviðburðir og það er leitastarf og hitt og þetta og þau áttast ekki hvað skópið er mikið. Og þannig erum við að tala um sveitafélag sem er leiðandi í Íslandi með gríðarlega mikið fyrirmynd fyrir önnur sveitafélag. Og ég veit hér, þú veist, þótt að við séum að reyna að fá Akureyri til að hugsa sinni gang, þá er þetta líka þessi samstarf vettvangur til þess að senda skilaboð önnur sveitafélag að horfa á að leita til þeirra sem hafa þekkingu á þessu vettvangi og leita til okkar fagvettvangs til þess að leita ráða ef þeir þurfa að breyta einhver. Kannski ekki hlaupa í þennan farveg. Svo kannski hef ég líka rosalega mikla áhyggjur af því að þetta sé gerast þessum tímamóti. Í dag erum við að sjá mikla vísbendingur að íslenska forvarnamódel okkar er að gefa eftir. Neysla á áfengi og vímuefnum meðal unglinga og ungsfólks er að aukast. Við erum búin að vera varin með mikið umfjöllun í fjölmiðlum með mikla ofbeldishegðun hjá ungu fólki, önnur áhættuhegðun er líka að aukast og okkur vantar tilfyllilega mikið úrræði á 3. stigi fyrir fólki sem er unga fólki sem er langt komið. Og því skiptir bara gríðarlega miklu máli að mikil áhersla verði lögð á snemmtæka íhlutun og forvarnir. Og sama tíma er foreldrasamstarf
víðsvegar bara í vondum málum. Við erum með öflugustu samtök foreldrasamstarfs á Íslandi, eru heimili og skóli. Þau eru ekki svona fjármenn út árið. Það getur verið hætta á heimili og skóli þegar það loka í haust. Svo kemur hinn partur af formannamódulugur. Við erum með íþrótt og annað íþrótt og æskulýðsstarf sem er fyrir utan það sem við erum að tala um hér. Íþróttahreyfingin sem okkur er gríðarlega mikilvæg og gerir mjög gott starf. Hún er umvafin fíknum sem er að pota og tróða sér þaðan inn. Núna er rosalega mikið þrýstingur að selja áfengi á íþróttakappleikjum og hafa meira aðgengi áfengi. Munntóbaksnotkun er að fá gríðarlega mikla svona auglýsingar inn í búningsklefana hjá okkur og svo er gríðarlega aukin veðmálastarfseminu íslenskar íþróttir. Þannig að bara íþróttahreyfingin er í vörn og er að reyna að bregðast við hvernig það að gera þar. Og þau eru undir þrýstingum hvað fjármagn getur komið inn og sama tíma eiga þau að vera að svara forvarnamálum. Og þetta er að gera svona á sama tíma og því miður, Akureyri, svona, ég grínaðist aðeins með þetta daginn þegar ég heyrði þetta, að Akureyri var leiðin á djammið, að 3 dögum áður en það tók ákvörðun með, 3-4 dögum áður en það tók ákvörðun með þetta með félagsmiðstöðvar, þá leyfðu þeir sínu stærsta félagi að fara að selja áfengi á sínum íþróttakappleikjum. Þannig að þeir var bara, já, eikum aðgengi á áfengi og við vitum það að meistaraflokksleikjum hér á Íslandi, þá viljum við fá fjölskyldur, við viljum fá unga fólki. Þetta er fyrirmyndin okkar þannig sem viljum unga fólki sem er í íþróttum, herri, þú ætlar að vera að ná þessum. En fyrirmyndunar er ekki bara á vellinum, þeir eru líka upp í stúku og kringu stúkuna og það sem er sýnt fyrir utanvar. Þannig að einhvern veginn er við bara á nokkrum mánuðum að taka þetta íslenska forvarnamódel og veikja það og svo koma okkar flottustu sveitarfélög og er að taka ákvörðun og er ekki hugsað þetta til enda. Því þessi snemmtaka íhlutun og þessi forvörn sem er að gerast eftir skóla lýkur, það sem mun styrkjast á skólanum mun ekki leysa allt hitt af. Ég persónulega bara tel að Akureyri sé á villigötum í forvarnamálum og ég frekar hefði mátt efla frístundaþjónustuna í bænum og hafa hana sveigjanlegan, öflugan samstarfsaðila skólana og ekki taka hana lengra frá velferðarþjónustu. Út af því að, eins og Árni kom inn, öflug frístundaþjónusta er þessi sveigjanlega öflugi miðpunktur þarna á milli. Og því að margt það sem félagsmiðstöð gera er líka rosalega öflug og mikilvæg velferðarverkefni. Og ég get sett að nálega mér að félagsmiðstöðin sem er í mínu sveitarfélagi, með forstöðumanni hérna Gummi hérna út í sal, hún fekk íslensku menntaverðlaunin árið 2023. Fyrsta giftið sem frístundaúrræði fekk íslensku menntaverðlaunin sem er bara venjulega skólastarf er að fá. Fyrir velferðarverkefni sem er akkurat að mæta ungu fólki sem er á erfitt með að líða illa í skóla og mæta með einstaklingsgrundvelli. Og þetta er alveg hægt að gera, að leggja áherslu á. Það er hægt að fá félagsmiðstöðvarstarf til að halla sig átt á skólanum og koma meira. Það er ekkert mál að koma með vinnu inn í skóla þar sem félagsmiðstöðvarstarf er að koma inn og koma með ýmislegt. Og við vitum út all land eru félagsmiðstöðvar að koma inn á skólatíma. Hvort sem er að hafa opið félagsmiðstöð í hádegisfrímyndum eða koma inn í valgreinar og kenna, það er ýmist samstarfsmöguleikar sem er hægt að halda á lofti. En að taka þetta alveg yfir og láta fólk sem hefur ekki þekkingu, þótt þessi gott fólk, ekki þekkingu á þessu geira, vera að stýra starfinu og stýra fjármagninu og stýra fólkinu, þetta var kannski ekki rétta leiðin. Svo í lokin vil ég aðeins tala persónulega stolt fólks. Við erum á Íslandi og ákvörðunartakar á Íslandi og stjórnmálafólk hafa því ekki gegnum tíðina hafa ekki verið mjög duglegir að axla ábyrgð eða viðurkenna að gera mistök. Og það er það sem fólk gerir venjulega seint hér á Íslandi. Og gegnum tíðina hefur það oftast verið þannig að fólk þarf bara þá bara kosningar til þess að breyta tilbaka mistök sem er gerð. En ég ætla að vona það að þetta ágæta fólk sem er á Akureyri sem tóku þessar ákvarðanir, Heimir Örn og aðrir í meirihlutanum og Kristín Svistjóri og fleiri, að ég veit að þeir breyta þessu kannski ekki á morgun hinn. En ég ætla að þora að segja þegar þetta sýnir sig að þetta virki ekki, að þeir þorið að taka ákvarðana og viðurkenna að þau hafi gert rangt og þorið að breyta tilbaka. Ég vil segja þegar, ég veit örugglega rétt að segja ef, en bara hjarta mitt segir annað. Þannig að ég vona að þetta verður skoðað vel og ef það á að gera þetta þá er eins gott að þeir vandi sér rosalega vel til verka og það gleymist ekki hvað fer fram eftir klukkan 1-2 á daginn. Takk fyrir. Kæra þakkir Gunnar
fyrir frábært erindi. Við ætlum að bjóða næst henni Margréti Gauju, skólastjóra við Lýðskólann á Flateyri, að koma hér upp í pontu og tala sína reynslu. Góða kvöldið. Takk kærlega fyrir að bjóða mér. Þetta verður svona svo þerapía fyrir mig eflaust. En ég heiti Margrét Gauja og ég er Magnúsdóttir. Ég er skólastjóri Lýðskólans á Flateyri og ég er búin að vera það síðan í febrúar. Þar áður var ég í mennta- og barnamálaráðuneytinu ásamt Viktoríu og Gísla. Og þar áður þá var ég deildarstjóri ungmennahúsa hjá Hafnarfjarðarbæ, sem var svo skemmtilega lagt niður fyrir eiginlega akkurat ári síðan á nokkur útskýringar, faglegra raka eða samráðs við einn eða neinn. En ég get bara alveg sagt okkur það hér að það var alveg bara ein ástæða fyrir því. Við vorum ekki undir pólitísku vendavæng. Við vorum undir ásetningi eða ágjöfum það að við varum að fylla ungmennahúsi á útlendingum. Þannig að það þótti réttast að segja öllum upp 29. maí með ógeðslega hörðum og harkalegum hætti, þannig að allt starfsfólk fekk áfall. Og ég skil þetta áfall sem að eflaust starfsfólkið á Akureyri er að ganga í gegnum núna. Þetta er ógeðslega sárt, þetta er ógeðslega vont. Af því að við erum ekkert í þessu af því að okkur finnst svo peningar svo skemmtilegir, sko. Við erum ekki í þessu til að græða. Við erum ekki í þessu að neinni annarri ástæðu heldur en að leggja hjartað okkur á borðið og berjast og þjónusta þessi börn. Af því að við vitum það betur en allir að það eru bara fullt af börnum og ungmennum þarna úti sem að funkar ekki í hennu formlega skólakerfi. Og þetta get ég líka sagt með hreinni og tærri samvisku að því ég er kennari. Ég er líka kennari. Ég kenndi í mörg ár. Og mér langar til dæmis að segja ykkur eina dæmisögu úr einum skóla sem ég kendi í nokkur ár, staddur í Garðabæ, að þar voru krakkar sem þorði ekki inn í matsalinn. Þannig að í staðinn fyrir að borða hádegismatinn sinn með hinum nemendunum, þá hópuðu þau saman á efri hæðina þar sem mátti ekki vera með mat og sátu þar saman, skítrædd við jafnaldra sína. Þannig að þau borðuðu ekki á matmálstíma, þau borðuðu bara einhvern tímann annars staðar svo að þau gætu verið hópur saman í sófanum. Í skólanum, meira segja meðal kennarana, það var þessi hópur kallaður sófafólkið. Og þegar ég fór inn á kennarastofuna, æskuli starfsmaðurinn sem og ég er, og með misbið algjörlega, ætlar enginn að gera eitthvað í þessu. Ætlar við ekkert að senda eitthvað þarna upp og reyna að huga þessum krökkum. Af því ég get alveg sagt ykkur það að það að vera jaðarsettur í Garðabæ er ekkert gamanmál. En það gerði það enginn. Kennararnir, þeir horfðu á mig og sögðu, nú, okkur fer ekki bara vel þig þarna í sófanum. Þetta er nefnilega eitthvað sem að við skiljum, við sjáum og við kunnum að takast á við. Við, ef ég hef verið skólastjórnandi og ég gerði náttúrulega svolítið mál úr þessu, eins og mér einnig lagið, en auðvitað var síðan bara sendur félagsmiðstöðvarstarfsmaður og upp í sófan og til þess að tengjast þessu krökkum, finna út hvað er málið og byggja þau upp og efla þessum hóp og finna þeim farveg. Því það er það sem við erum ógeðslega góð í. Þegar ég fekk þetta símtal frá Samfés og ég var einmitt akkurat hérna í bænum en ég er þess að búsett á Flateyri, ég er í rauninni að reka lýðskóla sem er svolítið svona eins og ungmennahús á Styrum og þar erum við að taka á móti ungu fólki sem hefur ekki fundið sér sinn farveg eða verið tekinn sem hluti af hinni formlega skólakerfi. Og hvað ætlum við að gera? Ætlum við bara endalaust að vera að hamra á þessu formlega skólakerfi og reyna að tróða öllum þangað inn? Af því við vitum það að það eru bara ekkert allir sem passa þar inni. Og þó að við og kennarar eru allra vilja gerðir, þá er það bara þannig að skóla vera fyrir marga í rauninni er áfalla streituvaldur í lífi ótrúlega mikið af fólki. Þannig að
Og ég get til dæmis alveg sagt ykkur það, ég var til dæmis að skoða bara rannsókn daginn sem að sýndi að svart á hvítu þegar kemur að lýðskólum á hinum Norðurlöndunum að einstaklingar sem að sækja lýðskóla, það sem eru engin próf og engin pressa, ekkert námsmat, það er aldrei verið að vega þig eða meta þig, að hamra á þér eða pressa á þig, þau koma síðan út úr því bara sem valdeflandi einstaklingar og oftar en ekki fyrir að ganga bara mjög vel í hinu formulega skólakerfi. Þetta nefnilega verður að tala saman að því að við í félagsmiðstöðunum og ungmennahúsunum, við getum gert allt það sem að skólinn getur ekki gert. Skólinn, hann þarf á okkur að halda, en hann þarf á okkur að halda sem bandamanni, hann þarf á okkur að halda sem samstarfsaðila, hann þarf ekki að stjórna okkur. Og ég sat í bæjarstjórn líka í 12 ár í Hafnarfirði. Og ég var í minnihluta þegar að þessi ákvörðun var tekin það að færa og drepa niður félagsmiðstöðunar og færa þar undir skólastjórnendur. Og ég get bara alveg sagt ykkur hver ástæðan var. Hún var sú, að því að núna ég bara með frítt borð, ég get talað tæpitungulaust og mér svo fucking drullu sama hálfa venn á. Ég orðin 50 ára næsta ári, ég ennþá hérna. I can't believe I still have to protest this fucking shit. Í alvöru. Ég búin að vera að vinna í félagsmiðstöð síðan ég var 20 ára, í 30 ár, við erum ennþá hérna, á sama stað. En ég get alveg sagt ykkur að hverju það var. Af því að ég hef aldrei hitt stjórnanda sem að stýra opinberri stofnun eða einhvers konar úrræði sem að vill ekki fá meiri peninga. Því að hann með alls konar hugmyndir og ambisjónir fyrir sig og sína stofnun. Og þetta þyrnir í þeirra augum. Og það líka tvennt sem að þarna skiptir máli. Þarna sem sagt fær skólastjórinn hærri fjárveitingu inn á sína kennitölu, inn á sinn lykil hjá sveitarfélaginu sem að hann getur svo og ráðstafað og hann fær hærri laun líka. Við viljum minna ykkur á það. Að það að vera skólastjóri á Íslandi, þú verður heldur ekkert eitthvað geðveikislega ríkur af því, þeim langar alveg að hækka hjá þessu laun. Og það galið, vissið þið það til dæmis það í Hafnarfirði það þannig í dag, ef að þú ert deildarstjóri tómstundamiðstöðvar til dæmis í mínum gamla skóla, Víðistaðaskóla, að þá ertu með mannaforráð. En farið borga fyrir það? Nei. Þú ert að stýra og þú ert að stjórna og ert að taka á alls konar erfiðum málum, en hver sá sem að skrifa undir ráðningarsamninginn og þarf að taka ráðningarviðtölin? Þú hefur raunin ekkert það að segja sem deildarstjóri. Það skólastjórinn. Þú veist, þetta svo galið. Og þetta svo skakt. Þetta eitthvað svo ógeðslega klikkað að á 30 árum, eins og ég til dæmis, eins og Helgi, við erum svona þessi önnur kynslóðin, að við séum ennþá einhvern veginn að berjast fyrir því að reyna að fá fólk til að hlusta á það hvað ég geri í vinnunni á daginn. Ég ennþá, og það ekki langt síðan, ég ennþá að spyrja því hvort ég væri ekki bara að spila borðtennis í vinnunni. Þannig að og við erum endalaust alltaf einhvern veginn að sýna sanna fram á og okkar tilveru rétt og það þarf oftar en ekki nema einn misráðandi formann ykkur fræðsluráðs í ykkur sveitafélagi sem telur sig vita betur. Sem með enga fagþekking og reynslu og ekki neitt, kannski eitthvað skýtna MBA-gráðu, en það náttúrulega bara eins og eitt stórt valdeflingaverkefni á styrum, sko. Og þú veist, og heldur bara að það viti betur. Hvað við erum að gera í vinnunum daginn, hvernig á að skipuleggja hjá okkur starfstíma og hvaða fólk við eigum að vera að þjónusta. Af því að við vitum alveg hvaða fólk við eigum að vera að þjónusta. Við þjónustum alla, auðvitað gerum við það. En það leynt og ljóst okkar markmið að draga fram í dagsljósi og skuggunum jaðarsett börn og ungmenni. Og það gerir það enginn betur heldur en við. Og ég get alveg fullyrt ykkur það að það sýna allar rannsóknir, að svart og hvítu, að það gerir það enginn betur heldur en við. Af hverju haldið þið að mennta- og barnamálaráðuneytið að leggja svona ofuráherslu á það að reyna að draga börn að Erlendubergi brotni inn í íþróttahreyfinguna? Þar aðlögunin, þar íslenskufernin, þar íslensku kennslan, þar eru vinasamböndin. Þau eru ekki að gerast í hinu hefðbundna skólakerfi fyrir þessi börn. Og á sama tíma, ég veit að Helgi ætlaði að vera reiðikallinn, en á sama tíma, árið 2015, hann fekk ég tækifæri til þess að prófa að vera þingmaður, mjög ekki gaman, en þá lagði ég fram þingsályktunartillögu að lögbinda og lögvernda starfsheiti tómstund- og félagsmálafræðingur og lögbinda miðstöðvarstarf. Og ég gleymi því aldrei, ég fekk stuðning frá frábæru manni, Guðbrandur Hansson, og hann studdi þetta og hann var meðmælandi minn á þessari þingsályktunartillögu ásamt fleirum. Og mér langar svo
að þessi helvítis þingsályktun þessi lög verði að lögum og það geti hægt að tala veiðileyfagjöld og lögin koma og þau verða í hans heiðri. Af því ég hefði aldrei litli varaþingmaðurinn þarna inni geta gert nokkuð skapaðan hlut nema að því hann var æskulýðsstarfsmaður, vissuð þið það, sem síðan gerðist eitthvað skólastjóri. En hans grunnur var youth work. Það lærði hann og stúderaði og skildi. Hann vissi nákvæmlega hvað ég var að tala. Var skólamaður líka, en hann vissi nákvæmlega hvað ég var að meina þegar ég skrifaði þessa tillögu. Nú liðin 10 ár. Þessi tillaga var lagð fram á þingi árið 2015. Það liðin 10 ár, hefur eitthvað breyst? Nei, við erum að fara tilbaka. Í þriðja stærsta sveitarfélagi landsins erum við með glatakerfi og því miður ekki nægilega sterka faglega yfirsýn eða stjórn. Og Akureyri, sem hefur verið til fyrirmyndar eins og við segið, að fara nákvæmlega sömu leið. Af hverju? Ég bara skil það ekki og það hefur algjörlega komið hérna fram. Örugglega af því að það á að reyna að nýta einhverja mínútur hjá okkur nýútskrifuðu krökkum og vaffema til þess að vera í einhverju frímínútagæðslu og öflust geta borgaði með þess að læri laun eða eitthvað. Þannig að, við þurfum bara að standa upp og ég svo þakklátt fyrir þennan fund af því ég líka svo þakklátt fyrir þessa samstöðu, ég líka svo þakklátt fyrir að sjá ykkur öll. Af því að, við erum líka í þessu af því að, you're my people. Við erum öll í þessu af sama anda og hugsjón og baráttu anda, en það ekki heldur alltaf hægt að vera að taka sama slaginn aftur og aftur og aftur og aftur. Við erum ekki nóg með það að við þurfum að vera sanna tilverurétt okkar á hverjum einasta degi liggur við, að við sem endanlega spurðu, já, hvað eru margir að mæta í félagsmiðstöðina þína? Ég segi, þegiðu. Spurðu mig hverjir að mæta, ekki hvað mæta margir. Og síðan endalaust verið að spyrja út í það hvernig þetta og hvernig skoðun, að það hafa allir einhverja skoðun á hvað við erum að gera í vinnuna daginn og halda að þeir viti eitthvað betur að þeir fóru einu sinni í félagsmiðstöð í kannski eitt kvöld og þá eru þið með þetta. Algjörlega verið að vega af okkar fagvitund, fagþekkingu, rannsóknum og öllu því sem búið að vinnast hérna, til dæmis með tilkomi tómstund- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Og að við þurfum að vera endalaust aftur og aftur að standa í því að fólk sem búin að leggja hjarta sitt og líf sitt í þetta, sem berjast fyrir þessum krökkum, að skuli síðan enda uppi með einhver uppsagnarbréf út af skipulagsbreytingum. Við verðum að fara að standa saman, við verðum að fara að heimta þessa löggjöf að hún klárist og við verðum að þrýsta á alla stjórnmálaflokka að hlusta á okkur. Að því ekki nóg með það að við séum núna að berjast við hið formlega menntakerfi sem að vill éta okkur lifandi og draga úr því sem að við erum að gera á daginn að því að við erum að vera í frímínútagæslu. Hvar eru tengslin? Tengslin gerast á kvöldin í sófanum í samtali. Tengslin gerast yfir púlborðinu, yfir playstationinu, yfir samtalinu. Þar trúnóið. Og við þurfum líka endalaust að vera að berjast við íþróttahreyfinguna fyrir tilverurétt okkar. Ég get alveg sagt ykkur til dæmis dæmisögu það. Ég fór í pólitík árið 2006. Ég var 29 ára gömul. Ég var með eitt á dagskrá, það var að búa til hjólabrautarrampi í Hafnarfirði. Af því ég var búin að fara á 2 árum í 3 jarðarfarir hjá ungum drengjum sem sóttu stíft okkar félagsmiðstöð, okkar átna í Hafnarfirði, sem voru brettastrákar sem að fyrirfóru sér. Ég var búin að fá nóg. Þannig að ég vildi sem sagt gera ramp og var búin að sjá fyrir mér að því að við fórum og heimsóttum í Svíþjóð, hérna það sem var svona inni í skatepark og ég fekk bara svona hugljómun. Ég var í 8 ár að berjast fyrir einu fokking hjólabrautarrampi. Samt var ég meira hluta allan tíman. En vitið þið hvað það loksins ég fekk helvítis rampinn? Ég þurfti að stofna íþróttafélag, auðvitað. Þá loksins fekk ég áheyrn. Þá loksins var tekið mark á mér. Þá loksins bara hljóp pólitíkin undir og allir vildu skreyta sig með þessu. Ég þurfti að stofna 1 stykki íþróttafélag. Ég gerði það þegar ég kveikti á perunni hverjir það sem að fá allt í mínu samfélagi, í mínum heimabæ. Við þurfum ekki nema að hringja bara í einhvern stjórnmálamann áður en við vita að það var bara einhver grafa mætt á svæðið. 2 risastór knatthús eða ræði þetta. Já, ég stofnaði íþróttafélag og þá loksins fóru hlutirnir að rúlla.
en þegar ég er bara venjulegur í félagsmiðstöðarstarfsmaður á kantinum, gerist ekki raskat. Þannig að, viljið þið frábæra framtíð, 3., 4., 5. kynslóð æskulýðsstarfsfólks á Íslandi, youth workers, stolt okkar, viljið þið sjá til þess að ég verði ekki þessi eftir svona 30 ár, að ég þarf að fara að mæta á enn einn hinna fund og gráhærð með þetta skilti, að því ég er búin að fá nóg. Og Akureyri, takið ykkur takk. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Margrét Gauja, og takk fyrir að koma alla leið hingað og taka þátt með okkur. Ég held að ég fari með rétt mál að Guðmundur Ari sé ekki í húsinu. Nei, hann kemst þá líklega ekki, en hann vildi mjög mikið koma og tala við ykkur. Hann er alþingismaður, hann er tómstunda- og félagsmálafræðingur og hann hefði komið hér til þess að tala okkar máli að sjálfsögðu, en hann biður væntanlega bara að heilsa. Þá ætla ég að bjóða hana Guðrúnu Helgadóttur úr Mosfellsbæ velkomna á svið. Hæ, gaman að sjá ykkur öll og takk fyrir að bjóða mér velkomna hingað. Ég er Guðrún Helgadóttir, er forstöðumaður yfir félagsmiðstöðinni í Mosfellsbæ sem að heita því í samnefni bara Bólir, eru 3. En ástæðan fyrir að ég samþykkt að koma á spjalla var að því ég fekk bara áfall þegar ég fekk þessar fréttir. Ég hugsaði bara hvert erum við komin, hvað er að gerast og vá, eins gott að fleiri bæjarfélög fara ekki að apa þetta eftir, því þetta er hrikalegt. Því að þessi vettvangur við fagfólki hérna, við erum svona, þetta reddast, við erum vunni að stökkva til, þurfum aldrei en fyrirvara, við erum til í að gera hvað sem er, með bara svo framælega sem það gerir eitthvað gott fyrir börnun okkar, en við getum öll verið sammála um það að ef við erum ekki með bæjarfélagi með okkur, þá reddast þetta ekki. Þegar einhver í einhverju hotnskrifstofu tekur þessa ákvörðun að þetta sé gáfulegt múf, þá eru hlutirnar ekki að reddast, heldur faraðu bara niður á við. Við þekkjum öll þessar dæmisögur eða við höfum hitt okkar gömlu unglinga sem að koma til okkar og segja þau björguðu mér, félagsmiðstöðin bjargaði mér. Ég veit ekki hvar ég væri í dag ef ég ekki geta komið og átt þetta spjall í félagsmiðstöðinni, því ég fann mig ekki í skólanum, var upp á kant við kennara, var upp á kant við skólastjóra, en að koma í skólan, nei í félagsmiðstöðina, þá loksins fekk ég að vera ég og fekk rödd. Eins og breytingarnir eru núna, þarna fyrir norðan, í þessum frábæra bæ, þá erum við að taka tækifærin frá þessum einstaklingum með því að skella undir sama hatt og skólinn. Við erum náttúrulega í Mosfellsbæ búin að vera með, núna erum við náttúrulega bara góðan stuðning frá okkar fólki, búið að vera að setja meira í fjármagni, við erum með 2 okkar félagsmiðstöðum í sér húsnæði, þannig við getum boðið upp á 40 stunda opnun á viku, allt í þeirri sér húsnæði, þannig að unglingarnir koma til okkur á daginn í eyðum, okkar allra viðkvæmustu geta fengið að vera bara með stundatöflu að vera hjá okkur, þeir sem að finna sig ekki við skólaborðið, þannig að það gengur mjög vel, en áskorunin sem ég vona að einhverju sé að hlusta hérna í netheimum, að við opnaði nýr skóli í Mosfellsbæ og gleymdist að gera ráð fyrir félagsmiðstöð. Þannig að félagsmiðstöð, við gátum náttúrulega ekki búið þessu börnum upp á minni opnun, þannig að við vorum svona aðeins að vafra með einhver aðstöð á göngunum. Við vorum þannig í 1 ár, tók okkur svo 3 ár eftir að fengja nýja aðstöðu að bæta samskiptin. Af því að þetta eina ár þá litu allir unglingarnir á félagsmiðstöðarstarfsmennina í þessu bóli sem gangaverði eða hluta af starfsmönnum skólans. Þannig að við náðum ekki
þessu samtali eins og við náðum í hinu félagsmiðstöðunum þar sem að krakkarnir komu, fóru á Trúnó, leituðu til okkar, höfðu áhyggjur af hinu og þessu og vissu að höfðu stuðning sama hvað það væri. En í þessum eina skóla sem frábær skóli og gengur vel og ekkert út á það að setja, en þá urðu allt önnur tengsl við unglingan okkar þar heldur en á hinum stöðunum. Og það einfaldlega að því að starfsmennir þótt að við sögðum þvert nei fyrir að þau voru ekki að hoppa inn sem stuðningsfulltrúar, þau áttu ekki að vera gangaverðir, en það var endalaust. Gætuðu kannski fylgst með sig að hlaupagöngunum, gætuðu kannski. Þannig að óvart, bara því að starfsfólk félagsmiðstöðvar frábært, alltaf til í allt, faraði svona hei, róið okkur aðeins hérna og urðu ósjálfrátt að gangaverðum. Þannig að núna erum við hér 3 árum seinna, ok, ennþá inn í skóla en komum með sér aðstöðu, en loksins núna erum við að finna við sem að ná þessum tengslum sem við höfum á hinum stöðunum. Þannig að ég á rosalega miklar áhyggjur af þessu skrefi hjá þeim og vil meina að það hefur verið nærlagi að ráðfæra sig við formann ungmennaráðs og allt ungmennaráðið. Því að það virðist vera mjög málefnilegt þarna á Akureyri og við hvað er að tala. Samtal og samstarf nauðsynlegt. En ef við ætlum að vinna að farsældinni þá skellum við sig ekki öllu undir einn hatt. Þannig að bara ég bið ykkur og ósk og vona að önnur bæjarfélög vandi sig í framtíðinni og taki ekki upp á svona furðulegu skrefi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra því að þetta er bara búið að vera frábæri erindi, en mér finnst bara mjög mikilvægt að allir séu meðvitaðir mikilvægi þessa starfs og okkar allra viðkvæmasti hópur mun ekki njóta góðs að þessu skrefi. Takk fyrir. Kærar þakkir Guðrún. Hún var síðust á mælendaskrá hjá okkur í kvöld. Mér langar að ítreka þennan punkt að það er stanslaust tönnlast á því að verið sé að vinna eftir farsæld barna lögum, en það vill bara svo skemmtilega til að hún var búin til sérstaklega til þess að samþætta og að fólk frá mismunandi stéttum geti tala saman án þess að séu þessir veggir á milli stétta. Það var ekki til þess að allt færi undir skólan, alls ekki. Og ég vona Heimir Örn fyrir norðan sé að hlusta, vegna þess að þetta er í alvörni eins og að setja bara öll íþróttafélögin undir skólana. Það sé bara best að hafa þetta allt í skóladeginu, bara allt undir skólana, skólastjórinn bara stýrir þessu öllu. Ég trúi því ekki að þau séu samanlega. Ég bara trúi því ekki að þau trúi því í sínu hjarta að það sé rétt. Af því að það er það ekki. Fagfólki okkar, kollegar á Akureyri, þakkar kærlega fyrir stuðninginn. Þau eru fyrir norðan að horfa á þetta saman og að hvetja okkur öll áfram og sjálfan sig í að stoppa ekki, við munum ekki stoppa, vegna þess að við erum fagstétt og við erum ákveðin og við erum að fara að berjast fyrir því að fá okkar virðingu og að það sé litið á okkur sem fagstétt, ekki fagstétt undir annarri fagstétt. Ég þakka öllum fyrir sem hafa verið hér í kvöld og í allra síðasta lagi þá ætla ég að bjóða bæjarstjórn Akureyrar að fá fagfólk frá Samfés, FFF og Fiat norður. Við skulum borga flugin okkar sjálf og koma og ræða þessi mál og fara yfir faglegan grundvöll félagsmiðstöða vegna þess að félagsstarf og félagsmiðstöð og ungmennahús er ekki það sama. Kærar þakkir.